karl getur breytt sér í konu sem getur aftur breytt sér í karl sem getur breytt sér í eitthvað sem furry og breytt sér í og þetta sé allt bara eðlilegt að þá erum við náttúrulega komin í einhverja tóma þvælu. Þetta ekki vísindi. Þetta eitthvað sem svona félagsfræðilega áhugavert, sálfræðilega áhugavert, geðlæknisfræðilega áhugavert en þetta var ekki tengt við vísindi. Nei, en þetta sko líka náttúrulega og eins og ég hef fjallað hérna áður og ástæðan fyrir til dæmis í háskólasamfélagi, ég held að þetta sé nátengt umræðinu orkuna. Því að til þess náttúrulega að vinna orkuna og reyna betur umbæta það, að þá þurfum við raunvísindin. En þessi svona dellufræðimörk hafa líka verið að svona afmá ákveðna vitsmunalega getu einnig með einmitt að vera með starffræði fyrir svart fólk eða svona black math. Ég get nefnt dæmi, synir mínir voru í skóla í Bretlandi og þeir vissu ekki hver Churchill var, en þeir vissu hver Bessie Coleman var. Það fyrsta konan sem flög flugvél og þegar þú setur þessa hluti í samhengi, það verið að kenna hérna mannkynssögu á Íslandi og þá var allt í einu sér kafli Jóhannu Sigurðardóttur. Hvers konar stórmenni hún í íslenskri sögu? Þetta hefur verið endurrita söguna þegar hefur verið að taka niður styttur af einhverjum gömlum köllum, eiginlega bara hvítum köllum og verið að reyna að endurskrifa söguna út frá hagsmunum einhverja valda baráttu eða hagsmunum einhverja minnihlutahópa að þá það ekki vísindi.